Atvinnupúlsinn í Skagafirði gerður í samstarfi við Fisk Seafood, Kaupfélag Skagfirðinga og Sveitafélagið Skagafjörð. Komið sæl og velkomin í Atvinnupúlsinn í Skagafirði. Þetta þriðji þáttur og sem fyrr beinum við kastljósinu að atvinnulífinu hér á svæðinu. Við förum í heimsóknir og ræðum við fólk sem gjörþekkir atvinnulífið. Við byrjum á því að heyra í verkefnisstjóra hjá Sveitafélaginu Skagafirði. Sigfús Ingi Sigfússon atvinnumálafulltrúi Sveitafélagsins Skagafjarðar og hann kominn hingað, velkominn. Takk. Já, hvaða mál eru það helst sem að koma inn á borð atvinnumálafulltrúa? Það eru mál af öllum toga, bæði lítil og smá. Allt frá hugmynd sem í fæðingu hjá einhverjum einstaklingi eða einyrkja upp í það að vera í stuðningi við starfandi fyrirtæki hérna í firðinum. Atvinnumálafulltrúi í og með að leita eftir nýsköpun að fá og draga til sín ný fyrirtæki? Já, það má segja það. Við erum svona hluta til, við erum tvö á mínu sviði sem að starfa með þessum atvinnumálum og það sem við erum meðal annars að gera að leita eftir nýjum atvinnutækifærum og erum að horfa þar sérstaklega á ákveðna þætti eins og basaltrefjar og koltrefjar hér í firðinum. En svo erum við almennu stuðningsaðili við bara alla þá sem að koma með nýjar hugmyndir, hvort sem það innan, eins og ég segi, starfandi fyrirtækja eða bara fólk sem kemur inn á götunni með góða hugmynd. Á hvaða sviði sérð þú fyrst og fremst vaxta möguleika? Það sem að kannski virðist gefast best þessa myndir, ef maður tekur ferðaþjónustuna út fyrir sviga sem að náttúrulega búin að vera gríðarlegur vöxtur í undanförnum árum, þá hér hjá okkur mesta nýsköpunin innan matvælageirans. Menn eru að leita hugmynda eða útfærsla á því hvernig með auka bæði nýtingu hráefnis og auka verðmætasköpun þar. Það þá á þeim sviðum þar sem að fyrir öflugt atvinnulíf, sem til vinnsla, landbúnaðarafurða og svo sjávarútvegur? Já, það akkurat kannski þessi tvö svið. Við erum með mjög flott nýsköpunarfyrirtæki sem að vinna afurðir bæði einmitt úr bara fiski eins og prótínframleiðslu og einnig úr landbúnaðarframleiðslu eins og mjólkurafurðum og einnig lambakjöti sem nú vinsælt núna. Hefur Sveitafélagið markað sér einhverja stefnu í þessum málum og hvert skuli haldið í raun og veru? Okkar stefna sú að við erum með svona ákveðna geira sem við horfum sérstaklega á eins og ég nefndi trefjarnar áðan. En svo stefnan nú eiginlega sú að vera almennu stuðningsaðili og Sveitafélagið sé fyrst og fremst með gott innviðakerfi og innviðauppbyggingu. Þannig við séum stuðningsaðili fyrir hvers konar fyrirtæki sem koma hingað. En vissulega höfum við líka tekið þátt í því og við viljum ýta undir nýsköpun og við höfum tekið þátt í verkefnum eins og með nýsköpunarmiðstöð Rising Skagafjörður sem tókst til dæmis afskaplega vel. Þannig að það má taka svolítið dæmi. Ert þú að fá til þín reglulega heimsóknir sem að þá snerta einhverja nýsköpun eða fyrirspurnir? Já, það kemur bara býsna oft inn á borð til okkar, þá koma bæði starfandi fyrirtæki og einstaklingar sem eru með hugmyndir og eru kannski að leita svona fyrir sér með ráðum það hvernig þeir eru að fara í gegnum bæði uppbyggingu fyrirtækis, þróun hugmyndar, leita sér styrkja því að það kerfi nú ekki einfalt á Íslandi, styrkja frumskógurinn kalla sumir þetta. Þannig að við reynum að vera að gagni. Þú talar einmitt að kerfið sé svolítið flókið og þá það væntanlega eitt af þínum hlutverkum og ykkar að aðstoða þá sem eru að spá og spekulera í að setja hér eitthvað á laggirnar. Já, við bæði hjálpum fólki við kannski viðskiptaáætlanir, lesa yfir umsóknir, hluta til að hjálpa til við bara umsóknarskrifin sjálf, ráðleggja fólki hvert á að leita, hvar eru kannski jafnvel fjárfestar, lánastofnanir, sjóðir, stuðningskerfi, umsóknir og slíkt, hvað á heima á hverjum stað. Og hér heima eru náttúrulega ótal sjóðir og styrkir sem hægt að leita í og svo líka Evrópustyrkir, norræni styrkir og aðstoð víða sem hægt að finna. Eitthvað svona eitt sem þú getur sagt okkur núna, eitthvað í pípunum eitthvað nýtt?
Það sem í pípunum kannski frekast þessi fullvinnsla á afurðum. Þar eru fyrirtæki sem hafa komist á laggirnar fyrir tilstuðlan stuðning. Ég nefndi ræsinguna hérna áðan. Það til dæmis mjög flott fyrirtæki sem heitir Pure Natura sem bara varð hlutskarpast ásamt einu öðru fyrirtæki í samkeppni sem við stóðum fyrir. Og bara komið vel á laggirnar og stutt síðan að forræðamenn voru úti á stóri sýningu í Bandaríkjunum. Og við getum líka nefnt hugmyndir sem hafa farið gegnum bæði stuðning hjá okkur og sótt styrki annað sem eru komin á koppinn og þetta eru nokkur störf í dag. Við höldum þessu næst út á Sauðárkrókshöfn í verið vísindagarða. Þar eru til húsafyrirtækin Ice Protein sem rannsókna- og þróunarfyrirtæki og líftæknifyrirtækið Protease sem ætlað að vinna verðmæti úr afurðum sem falla til við fiskvinnslu. Ice Protein var sett á laggirnar fyrir rúmum áratug í framhaldi af rannsóknarverkefni fiskprótein sem fæðubótaefni. Aðalhlutverk Ice Proteins í dag hér í Skagafirði að styðja við matvælaframleiðsluna með svokallaðum gæðamælingum. Við erum sem sagt að við förum í matvælafyrirtækin og náum í sýni og þetta getur verið að tilbúinni afurð eða af hráefni og komum með það hingað á rannsóknastofu Ice Proteins þar sem við skoðum efnasamsetningu eins og til dæmis saltinnihald, við getum verið að skoða vassinnihald, vassvirkni, prótein, fitu. Þetta eru allt efni sem eru mikilvæg fyrir framleiðsluferilinn. Annaðhvort að framleiða samkvæmt þessu innihaldi af ákveðnu efni eða það þarf sem sagt að afurðin hún á að innihalda í lokin eitthvað ákveðið. Og síðan erum við náttúrulega líka að skoða örverur í þessum sýnum, bæði í þá endaafurð og í hráefni og þetta svona aðalverkefnin hjá okkur. Við erum líka að skoða áferð, til dæmis við erum að skoða pakningar, allt sem lýtur að gæðum hráefnis og afurða. Líftæknifyrirtæki Protease var til í kjölfar rannsóknar og þróunarvinnu Ice Proteins og sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu á lífvirku fiskpróteini. Í dag framleiðir Protease 3 tegundir af fæðubótaefni. Við erum með eina vöru sem heitir liðir og þar erum við með efni sem við bætum við fiskpróteini sem að stuðla að liðaheilsu. Við erum með vöru sem heitir létt og þar erum við líka með efni sem stuðla að þyngdarstjórnun og hafa verið vísindalega sönnuð að þau geri það. Og síðan erum við með 100% fiskprótein og það svona fyrir fólk sem annaðhvort vill auka neyslu á próteini eða þá íþróttafólk sem að taka þá prótein fyrir og eftir æfingar. Þorskurinn gegnir lykilhlutverki. Já, algjörlega og við sem sagt fáum þetta prótein inn til okkar, við fáum réttara sagt afskurðinn inn til okkar, búum til marning úr honum sem mjög próteinríkur og líka mikið vatn í marningnum og síðan blöndum við ensímum og enn meira vatni saman við hennar marning og brjótum þannig próteinin niður þannig að það leysist í rauninni upp, þannig að það verður bara hálfgerð svona próteinsúpa og þetta síðan síað. Þannig að við erum eingöngu að vinna með minnstu próteinin sem að fara síðan í þurrkun. Þannig að próteindufti, það inniheldur einungis niðurbrotin lítil prótein sem eru mjög fljóta að berast inn í blóðrásina. Hólmfríður segir mikilvægt að starfa svo að segja við hliðina á matvælafyrirtækjunum. Það sé í raun og veru sérstaða fyrirtækisins. Starfsmenn Ice Proteins eru 6, eingöngu konur. Hún segir lykilatriði fyrir nýsköpunar og rannsóknarfyrirtæki að hafa aðgang að þolinmóðu fjármagni. En Ice Protein og Protease eru í eigu Fisk Seafood. Það kannski þannig að það eru aukaafurðirnar sem eru orðnar hvað verðmætastar eða hvað? Það eru farnar að skipta mjög miklu máli aukaafurðirnar og í sumum tilfellum eru þær að verða ansi verðmætar og þær verða alltaf verðmætar og verðmætari. Þannig að ég hugsa að í framtíðina þá verða þær ekki minna verðmætar heldur en það sem eru aðalafurðir í dag.
Næst heimsækjum við verkfræðistofuna Stoð. Þetta rótgróið fyrirtæki, starfsmenn eru 10. Verkefnin eru margvísleg, svo sem á sviði hönnunar og framkvæmda, auk ýmissa ráðgjafarstarfa fyrir einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir. Á undanförnum árum hefur Stoð sinnt verkefnum í tengslu við lagningu hitaveitu sem hefur leitt að sér sérþekkingu innan fyrirtækisins. Það má segja það, já, við höfum verið að sérhæfa okkur talsvert í hitaveitunum. Skagafjarðarveitur hafa verið mjög öflugar í uppbyggingu og hitaveitum hér á svæðinu og við höfum tekið þátt í þeirri vinnu og nú svo komið að við erum í rauninni að má segja við séum að flytja út þessa þekkingu sem hefur skapast hér á svæðinu á hitaveitu framkvæmdum og hitaveitu væðingu. Við höfum verið að vinna mikið vestur í Húnavatnssýslum og núna síðast höfum við verið suður í Kjós. Þar hönnuðum við stóra veitu sem að klárast núna, framkvæmdin að klárast og við erum afskaplega stoltir af því hvernig þar hefur tekist til og við erum afskaplega ánægðir með það að geta sagt að þessi sérhæfing sem að menn hafa verið að búa til hér og þessi sérþekking sem að hér hefur orðið til að hún sé orðin, má segja, útflutningsvara af svæðinu. Skipulagsmál sveitarfélaga eru sögð ég verða flóknari með hverju árinu sem að líður. Hvað þýðir það fyrir verkfræðistofur? Já, það getur þýtt vinnu og stór hluti af okkar starfsemi lýtur þessum lögum sem að snúa að mannvirkjum. Og skipulagslögin eru undanfari allra mannvirkja. Við höfum unnið fyrir sveitarfélögin í bæði skipulagsráðgjöf og svo hef ég unnið hér fyrir nágrannasveitarfélög sem skipulagsfulltrúi. Þannig að þau kaupa þessa sérþekkingu frá ykkur? Já, það algengt að þau gerir það. Stoð kemur til dæmis að uppbyggingu nýrrar próteinverksmiðju á Sauðárkróki, svo dæmi sé tekið af stórum og nýlegum verkefnum. Svo það náttúrulega einstaklingarnir sem við erum að þjónusta. Bændurnir eru duglegir að byggja núna, það eru fjós og fjárhús jafnvel. Það svo merkilegt að við höfum teiknað 2 fjárhús í sumar. Þó að menn haldi allt sé í kaldakoli hjá sauðfjárbændum að þá eru þeir ekki allir alveg dauðir. En já, þetta eru þessi svona dæmi þessi verkefni sem við erum að sinna. Þau eru náttúrulega ótal mörg og væri hægt að tala þau í löngu máli. Þeir Eyjólfur og Atli Gunnar segja ekki sjálfgefið að reka svo stóra verkfræðistofu þar sem mikillar sérþekkingar krafist í 4.000 manna sveitarfélagi. Allir hér inni eru með háskólamenntun. Þannig að þetta starfsfólk sem eins og ég segi, maður grípur það ekki upp að göttunni. En það sem þú segir þetta 4.000 manna samfélaga, þá erum við náttúrulega þjónusta líka Norðurland vestra eins og það leggur sig og jafnvel eins og ég nefndi áðan út fyrir það svolítið. Þannig að við erum svo sem ekki bara hér í Skagafirði heldur í Húnavatnssýslunum líka og víðar. En auðvitað það ekkert sjálfsagt að þessi þjónusta sé hér til staðar og við allavega viljum meina það að þetta skapi mikið hagræði fyrir framkvæmdaraðila hér á svæðinu. Það geta leitað og fengið þessa þjónustu hér á svæðinu án þess að þurfa að kaupa hana að. Allur tækjakostur eðlilega sérhannaður, hvort sem að ræða mælibúnað eða flókinn tölvubúnað og þennan tækjakost þarf að uppfæra reglulega. Fyrir nokkrum árum þá fórum við það að setja upp og fjárfesta í fastri stöð fyrir mælingar sem að dugar fyrir okkur hér á stofunni og aðra sem að sinna mælingum hér á svæðinu. Með því móti þá vorum við að kosta til ekki bara fyrir okkur heldur líka fyrir samfélagið að efla það. Þið ekki á snarvittlausu stað? Af hverju þið ekki í Reykjavík þar sem hjólin snúast fyrir alvöru? Við erum á hárréttum stað á landinu. Hérna eru viðskiptavinir okkar og
og starfsmennir okkar eru hérna líka. Þannig að ég vil meina að við séum nákvæmlega þar sem við eigum að vera.